síðasta þætti byrjum við á því að laga hús á Þingeyri sem heitir Skjólvík. Það búið að saga heila hlið úr húsinu og nú á að setja nýjar sperrur og þak á það. Hópur vina og kunningja á leiðinni vestur. Hvað þetta? Þetta mjög athyglisvert. Ketill, það dauð mús upp á þaki. Hvað finnst þér það? Lilla greið. Já, þetta ratatouille. Æ. The Great Mouse Detective. Og þær eru hérna ennþá, sko. Í húsinu? Þarna megin. Já, það. Trítla og milli þilja og Já. kallinum. Það svona verið að steypa almennilegan brandvegg. Já. Múseldan brandvegg. Setturðu sag hérna ofan á þakið það? Það eitthvað sagða. Já. Ég held að það hafi verið. Þetta jafn síðan hvenær? Fyrir 46 ára? Já, En hitt þá? það mikið eldra. Hvað segirðu? Saga húsins. Hvaðna hún langt aftur? Já, þetta 23. Já, við erum að tala 1900. 1923. Og þú búinn að búa hérna í endanum í einhver ár? Já, síðan 67. Ég skipti járn á því hjá mér, eða skipti þak, sko. Þetta var úr asbesti. Sko, það voru tengdaforeldrar mínir, sko, sem bjuggu þetta, sko, Jóhanna og Jón. Og það hafa ýmsir búið hérna stöttan tíma og svo síðast sem að, já, sá sem keypti það síðast, hann reif allt innan úr því og ætlaði að gera stóra hluti hérna. Það bara eins og fór ekki lengra en fyrir séð. Já. Hvernig líst þér á þetta ævintýri á honum Kalli? Og ég veit það nú ekki sko leiði sko en fyrsta verið var farið í að byggja húsið upp og þá var þetta bara glæsilegt. Það er náttúrulega hálf glatað sko að taka bara þakki öðrum en og sleppa því hefur þér. Nei, enda það var það ónýtt sko, járnið sko. Það var mjög þungt járn. Já. Ég keypti þetta hjá mjólkurfélaginu á sínum tíma. Maður átti enga peningar sko þegar maður var í þessu að byrja að búa líka. En þú átt þennan skotbómulyftara líka? Já, þetta er alveg listatæki. Dúddi maðurinn. Hann leggur til skotbómulyftaran sinn í að koma stóra bitanum inn í hús svo við getum komið honum fyrir. Stórsmiðurinn Sigmundur stjórnar þessu verki. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Dúddi spyr hvort hann ekki taka innstustofuna í burt á meðan. Nei, hann á bara að gera eins og við biðjum hann hann kemur bara hér, sérðu. Og endin fer hérna inn í. Ég er einn með þetta sko! Þetta! Hver var að kvarta? Þetta er snillt. Bitinn kominn inn. Og þá er bara næst að skrefa, klára að rífa þakið og koma síðan bitanum fyrir. Það verður ekki auðvelt. Það er vinnuferð. Það er búin að láta búið ganga og bjóða þeim sem hafa áhuga að koma og taka þess á því, koma með. Og það er hópur að koma. Af félögum, bara vinum sem að koma og hjálpa til. Það er búið að bæta við mannskap. Það eru konur nokkri smiðir að sunnan. Þetta kemur bergvætturinn. Málið var það sko að það vantaði bara helling í pöntunina. Þetta eru svona sunnan menn sko, þeir eru ekki alveg átt að sjá fjarlæðinni. Þetta þarf að gera sko, en við erum náttúrulega löngu búin að panta. Og að safna hérna mannskap til þess að vinna. Já. Og þá þýðir ekki að segja, nei, efni kemur bara á mánudaginn. Já, nákvæmlega, eins og ég sagði í gær við þér, með einhverju vorskipi sko, eða. Já. Við tökum 5 næst. Nei, það ger ég ekki, það er að koma kaffi. Jú, það er kaffi, kottu. Hvar er hérna? Við förum út í þessu vikgistu, við erum með kaffi þar og allt sem. Fór ykkur að ná í? Já, pappi fór að helda upp á kökurnar og allt með. Já. Napóleonskökurnar? Já. En strax eftir kaffið, þá þurfum við að setja dregara hérna. Ertu ekkert hræddur að þessi hlið detti út? Ég nenni ekki að standa í að vera hræddur. Það kemur bara í ljós. Þetta er ekkert rosalega burðugt. Þetta er það ekki. Það er sérstaklega að byrja að springa aðeins. Já. En það er spurning að stífa veggina aðeins út í grjót þarna úti? Ef við nennum. Ef við nennum, þá förum við það. Það er ekki fyrir en eftir kaffi. Það er bara eftir kaffi. Þurfum að fá okkur Napóleonskökur. Já, nú förum við í kaffi. Ekki málið. Eins og þið heyrið var búið að bíða lengi eftir þessari stundu. Kaffi og Napóleonskökur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Flott er það, maður.
Það er alveg klárt að við erum ekkert að borga með okkur í þessari ferð. Þetta eru kökurnar sem Ólafur Ragnar fær alltaf þegar hann kemur vestur, sko. Hvað stöðum við komna? Kleina er Reykjavík. Ég heitir þetta Kleina er Reykjavík. Það var Björn Stórmann. Sjáðu bróðis. Kaffið er búið og kökurnar og kraninn er kominn. Það sem er búið að gera núna er að saga í þakið fyrir bitanum, nýja bitanum. Núna stendur til að hífa hann upp, stinga honum undir hérna þakið hjá hann og Dúdda og láta hann detta niður hérna á milli. Eða leggja hann niður varlega öllu heldur, frekar heldur en að láta hann detta. Hann gengur inn í hér. Það er einhvern veginn að gangi, sko. Lækka það aðeins, Jón. Keyra það bara. Farðu yfir á hinn helminginn. Það er eitthvað að hrynja. Sko. Lagaðu þetta. Takk ég þetta hérna. Já. Á hverju eru svona margir uppi? Komið einhverju niður hérna. Það er að hrynja hérna undan. Ekki þetta sem þið vildu gera. Þetta fór niður. Það sunkaði hérna. Þetta er gott. Bitinn er komin á sinn stað. Þá getum við byrjað að setja sperrurnar í. Til að koma sperrunum fyrir við útvegginn þarf að saga og brjóta í steinin til að útbúa sæti fyrir þær. Dúddi, við ætlum að fylgjast með þessu bara. Ég sé að þið ætlið að fylgjast vel með því og það verður sómasamlegt. Við skulum rétt vona það. Að þessum orðum sagðum þá þakkum við fyrir í kvöld. Já, það var nú lítið.